Myndi þetta mig á þegar ég var kannski 11 ára gamall. Þá fór ég á læknastofu heim í Vestmannaeyjum og ég var náttúrulega látinn bíða frammi eins og allir hinnir og einsnaraðist gömul kona og hún settist í sitt sæti og hóf upp raust sína og hún fór að telja allar sögurnar sem hún mundi eftir af Betel. Predikurnum þar, hvað þeir kenndu og hún var nú mjög hneyksluð á ýmsu og þetta var eiginlega sett upp í leikþátt. En það var svo athyglisvert, ég hlustaði nú á, allt það sem hún sagði, það var verið að vísa til þess sem predikarinn hefði talað bæði syndina, lækninguna, lausnina, fyrirheitin, vonina, en hún eignaðist ekkert af þessu. Það eina sem hún eignaðist, hún var bara hneyksluð á að við skildum geta trúa þessu sem við vorum að trúa og boða það sem við erum að boða. Og stundum þetta mismunurinn að við vitum ekki alveg hvað orðin okkar eru markviss en þau setjast kannski í fólk sem gleymir þeim ekki áratugum saman. Svo ómir þetta í þeim og þau eru ósátt vegna þess að þau hreinlega beygðu sig ekki undir Guðs orð. Þau gáfu sig ekki. Þau settu sig í gegn en orðin ómuðu. Og þegar ég hlustaði á þessa gömlu konu tala öll þessi mál, þá svona ýtti þetta við mér því að ég var náttúrulega ungur strákur og var í Betel og það var mjög auðvelt að verða fyrir einelti af því að ég var annarra trúar og ég var eins og utanveltu í samfélaginu, það var ekki allir í Betel. Og við sem vorum í Betel, við vorum svona öðruvísi og allt það. En þetta hjálpaði mér til þess að sjá að orðin sem að hljómuðu af vörum konunnar, þau komu úr hjarta hennar, að predikararnir höfðu átt áhrif á hana. Og við erum bara að gera nákvæmlega það sama. Við erum að reyna að hafa áhrif á skoðanir okkar, hugmyndafræði, við erum að hafa áhrif á hvernig við rökræðum, hvað við erum að gera og hversu vegna við erum á þessu stað sem við erum á. Nú er næsta öruggt að menn þeir nota orð Guðs sem í mjög víðáttu eða víðáttu miklum svæðum, getum við sagt. Þegar Júri Gagarin fór út í geiminn, fyrsti maðurinn sem fór út í geiminn, eiginlega eina fyrstu spurningunum sem var lögð fyrir hann þegar hann kom til jarðar var þessi: sástu Guð? Sástu Guð? Og allir geimfarar sem ég hef heyrt í og hafa talað reynslu sína og þarna út í geimnum, þeir dást að jörðinni og þeir eru undrandi á hvers vegna ekki hægt að hafa frið á jörðinni. Þeir sjá þetta stórkostleg sköpunarverk en af hverju ekki friður á meðal okkar? Og þeir hafa verið að spyrja hvern annan, af hverju náum við ekki að búa í friði á þessari fallegu jörð? Júri Gagarin sá engan Guð, ekki þá allavega, en hann sá hann seinna, því að hann fórst í flugslýsi og þegar hann var á leiðinni til jarðar, þá voru þeir að hugga hann: þú ert hetja Sovétríkjanna, stattuðu drengur, við stöndum með þér, en þú ferð einn í gegnum dauðan. Og það er bara staðan. Það er okkar hlutverk, við förum ein í gegnum dauðan. Og mér var að hugsa til þess, áður við förum í gegnum dauðan, að lesa saman með ykkur orð úr Davíðssálmum, og þetta er aðalega Davíðssálmur 139, sem mér finnst alveg stórkostlega merkilegu sálmur, og hann á erindi til mín og ég er með þessar hugleiðingar fyrst og fremst út frá mínum sjónarhóli. Og það sem skiptir mig máli er að við fáum að sjá með hvaða augum Guð lítur á okkur. Og þessi Davíðssálmur 139, við erum oft vísa til hans, en hann segir svo mikið hvaða álit Guð hefur á þér. Og við erum stundum gleymum því að Guð hefur það álit á okkur að hann gaf okkur Jesú. Og við tengjum það kannski allt og sjaldan saman að þess vegna kom Jesús til þess að bjarga þér og mér. En hvað segir Guð okkur? Og sálmaskáldi segir í Davíðssálmi 139: Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sitja stend, þá veist þú það. Og þú skynjar hugsanir mínar álengdar.
hvort sem ég gengað ligg þá athuga þú það, og alla vegu mína gjör þekkir þú, því að eigi það orð á tungu minni að þú drottin þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst, hönd þína hefur þú lagt á mig. Og sjáu hvernig Guð lítur á okkur, sjáu hvað Guð að gera. Hann þekkir orðin á tungu okkar. Svo segjum við kannski stundum að við kunnum ekki að biðja vegna þess að við vitum ekki alveg hvaða orð við eigum að nota. En Guð þekkir orðin á tungu okkar. Og þó að við aðeins svona töfsum og við spekulerum og hugsum og segjum gæti fundið eitthvað annað orð, að þá segir Páll postuli í Rómarbréfinu að andinn biður fyrir oss með stunum og andvörpum sem orðum verður ekki aðkomið. Svo við erum í góðum málum. Guð þekkir okkur býsna vel, ekki satt. Og hann hylur okkur bæði á bak og brjóst. Og gott að vita þegar svona ófærð á Íslandi að koma á samkomu, þá hann fyrir framan okkur og hann fyrir aftan okkur. Hann hylur okkur á bak og brjóst. Það gott að eiga traust og eiga öryggi í drottni Jesú Kristi. Því að sæll sá situr í skjóli hins hæsta. Og það kannski mesta og erfiðasta fyrir okkur að glíma við, það álit annara, og við teljum jafnvel álit annara vera svo mikilvægt að við þorum ekki að styggja þá. Við þorum ekki að vera með okkar eigin álit, okkar eigin skoðanir, af því að við ruglum kerfið, og kerfið fer alltaf stað. Og ef þú tala gegn því sem tíðarandinn segir, þá eru frægur á Íslandi. Vitið. En látum það ekki stoppa okkur, tölum samt það sem við vitum, af því að við vitum hver fyrir framan okkur og hver fyrir aftan. Við vitum hver þekkir orðin okkar og við horfum á það að hann umlykur okkur á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið og af háleit ég henni eigi vaksin. Og við þurfum ekki að fara langt til þess að sjá að þetta rætist. Vísindamennirnir sem eru búin að vera að rannsaka náttúruna og sköpunina síðastliðin 100 ár, þeir eru ekki komnir niður í helmingin. Þeir sem að vera að rannsaka þig og mig og rannsaka starfsemi líkamans, leiður komnir að heilanum, þá fórna þeir höndum og segja, við bara skiljum ekki hvað að gerast. Við bara áttum okkur ekki á þessu. En Guð þekkir þetta allt miklu betur. Og við sjáum að undur hans eru í kringum okkur, hjá okkur, við okkur og með okkur. Hvert get ég farið frá anda þínum? Hvert flúið frá augliti þínu? Þótt þú stígur upp í himinin, þá ertu þar, eins og gakarinn vissi. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá þú þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morguróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér, og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósi í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrt, og nóttin lýsa eins og dagur, og myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Dásamlegt að vita að þó að við göngum í gegnum dimman svartan dal, þó að reynslunar okkar séu býsna erfiðar og myrkur allt í kring, þá ljós náðar drottins þegar til staðar. Hann veit hvert við erum að fara. Hann leiðir okkur í gegnum dimman dauðans dal. Hann leiðir okkur þannig að við erum ekki ein. Hann veit hvert við eigum að setja fætur niður, hvar við eigum að stíga. Hann hjálpar okkur til þess að feta réttu brautina af því hann með okkur. Og hefur hann ekki lofað því? Sjá, ég með yður alla daga, meira sér hvíldardagana, þá hann með okkur. Hann tekur sér ekki hvíld frá okkur. Hann með okkur alla daga, allt til enda veraldarinnar. Gott fyrir okkur að rifja þetta upp? Hversu oft finnum við ekki? Okkur finnst við vera ein, yfirgefin. Við segjum, Guð, hvar ertu? Og menn tala gjarnan það. Þetta erfiðasta lífsreynsla mannsins, að vera ein. Og heyriði konurnar sem stíga fram í MeToo-hreyfingunni. Hvað þjakaði mest? Það ekki bara endilega gjörðirna sem menniti gerðu, eða brotin sem voru brotin á þeim. Það var upplifunin, það voru einar. Það gátu ekki sagt frá. Það höfðu ekki stuðning. Og það bara eins og dróðu sig í hlé
og vissu ekki hvert það gætu leitað. En Guð með. Hann veit þegar við göngum í gegnum myrkrið. Hann með okkur. Og þetta mjög mikilvægur þáttur kristinna trúar, að hann með okkur alla daga, allt til enda veraldarinnar. Og þegar við göngum í gegnum dauðan og við förum úr þessu lífi og í hið næsta, þá vitið þið, hann með. Hann tekur á móti okkur. Og við eigum þessi fyrirheiti bæði í Davíðssálmi 139 og víðar í Biblíunni, og takið eftir þessi sálmur, hann frá því 1000 fyrir Krist. Hann 3000 ára gamall og hann enn í fullu gildi. Og svo eru menn að tala það gjarnan, að taka þetta gamla orð, þetta orð svo fornt, þetta orð svo hégómafullt og á ekki við, og vísindin komið miklu lengra. Við skulum henda Biblíun út í hafsauga vegna þess að hún svo gömul og lúin. En orð Biblíunar eiga erindi til þín og mín, ekki satt? Passar þetta ekki við okkur? Höldum aðeins áfram. Og þótt ég segði myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt, og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, því að þú hefur myndað nýru mín, sjáu þið, þú hefur myndað nýru mín. Og þá var hann með okkur meðan við vorum að myndast. Ofi mig í móðurlífi, ég lofa þið fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamleg eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin, þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir. Þegar við vorum í móðurlífi og vissum ekkert af okkur, þá vissi Guð. Og hann taldi hvert atriði fram af öðru, og hann gaf okkur og útmældi dagan okkar í móðurlífi. Og megum við þá ekki lifa þá til fullnustu. Megum við þá ekki klára að lifa alla okkar daga. Svo þegar dauðinn kemur á Guðs tíma, á réttum tíma, þá getum við hikluð sagt, Drottinn, ég í þinni hendi, hvort ég lifi eða dey, þá ég þinn. Þetta stóra málið. Í dag, þá menn svolítið að breyta. Þeir að breyta þessu, ævidagar voru ákveðnir, allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Ég sá þetta í fréttablaðinu daginn. Sáu við fréttablaðið? Það borið inn á hvert heimili. Tæp 77% styðja líknardráp hér á Íslandi. 77%. Og þá að fara að leggja þetta fram á Alþingi að það verði leyft líknardráp á Íslandi. Af hverju má ekki vísa til þess, heyrðu, Guð taldi daga mína, ég á alla mína daga, og það hefur engin rétt til þess að taka af þeim dögum. Ég á þann rétt frá Guði almáttugum. Og þetta skiptir miklu máli fyrir þann sem trúir á Guð, að dagar okkar eru taldir, Guð hefur lagt á í hendi okkar og genin okkar, við getum stytt á. Með heimskulegu lífurinn okkar, með því jafnvel sjálf að svipta okkur lífi, við getum stytt á. En Guð hefur ekki ætlað okkur það. Hann hefur ekki gefið okkur það vald. Og sjáu hvað þetta athyglisvert líka, ég ætla aðeins að fara með ykkur núna í 5. Mósebók, af því þetta lögmálsbókin, því að það væri virkilega ánægilegt að fá að fjalla þessi mál við ykkur, eða með ykkur í svolítið lengri tíma. Það fara með ykkur í 30. kapitula, 5. Mósebókar, ég á blaðsíðu 218, þar Guð að tala við Móse. Og hann tengir þetta við gamla sáttmálan. Og gyðingarnir fengu þetta í veganesti. Þeir fengu að gangi í gegnum eyðimörkina með þetta orð. Þeir fengu að byggja upp samfélagi sitt og siðferðiskerfi sitt með þetta orð að leiðarljósi. Þegar hann segir, ég kveð í dag bæði himinn og jörð til vitnis móti yður, að ég hef lagt fyrir þig lífið og dauðan, blessunina og bölvunina. Ég í versi 19. Nei, það 5. Mósebók, 30:19. Ég hef lagt fyrir yður. Ég hef lagt fyrir yður lífið og dauðan,
blessunina og bölvunina, veldu þá lífið. Veldu þá lífið. Þetta eitt af boðorðunum, kæru vinir, veldu lífið. Og ef við stöndum einhvern tíma frammi fyrir því að okkur finnst líf okkar einskis vert og það er bara best fyrir okkur að láta okkur hverfa, gerum þá það sem skráðir í lögmáli Móse, veljum lífið. Látum lögmálið ráða. Amen. Þetta mikil hvatning fyrir okkur sem ómar í Davíðssálmi 139 og við sjáum að það verða ögra þessu á meðal okkar í dag. Það hefur komið ný hugsun inn í samfélagið, það svo að menn haldi að þeir geti tekið samfélagið allt saman og breytt siðferðislögmálum okkar eftir eigin tíðaranda, eftir einhverjum duttlungum sem við köllum nútíma, eftir einhverjum isma sem að menn halda sér betri heldur en gamla, góða orðið að við höfum fengið dagana talda frá Guði almáttugum meðan við enn vorum í móðu lífi. Ég þakka Guði fyrir að við eigum þetta orð í Davíðssálmi 139. Svo kemur þetta, alveg frábært atriði, eitt í viðbót, en torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð, hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar. En heyru við í dag, en þá talað að menn skilja ekki Guð. Þetta alveg rétt. Í 3000 ár hafa menn staðið frammi fyrir Guði almáttugum, frammi fyrir torskildum hugsunum hans. Af hverju það? Af hverju skiljum við Guð svo illa? Af því Guð okkur æðri. Guð okkur meiri. Og ef við myndum skilja Guð almáttugan, þá væri við komin býsna nálægt honum, ekki satt. En við erum bara menn. Og við getum sagt, torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð. Og það var Guð í hugsun sinni sem útbjó okkur náðar og frelsisverk. Það var Guð sem hugsaði málið. Að ég sendi son minn inn í þennan heim. Ég læt hann líða og deyja til þess að við megum eignast eilíft líf. Og mér svo vænt þetta vers í Hebreabréfinu þegar talað Jesum Krist að þá var hann sagður og kynntur fyrir okkur sem höfundur eilífs hjálpræðis. Hann höfundur eilífs hjálpræðis. Þetta voru aldrei tekið í burtu frá honum. Hann konungurinn okkar, lausnarinn okkar, drottinn okkar. Þetta torskildar hugsanir. Og ég hugsa oft með mér, þarf ekki að vera betri en þetta sem ég Og hvað ekki margir sem lendi inn við þessari glímu? Guð, ég virkilega frelsa? Þarf ekki að vera betri. Og við erum að reyna að laga og snúa og betur bæta og við finnum að það alveg þörf á því. Það allir sem að upplifa það sama, við þurfum að vera betri en við erum. Ekki satt? Ég segi ykkur vitleysu. Það aðeins ein leið til þess að við verðum betri. Og það að andi Guðs fái tökin á okkur. Það að hann fá að snúa eðli okkar í Guðs eðlið. Og við fáum njóta samfélagsins við hann. Og sálmaskáldið að glíma við þetta fyrir 3000 árum. Það eru torskildar hugsanir mínar, Guð minn. Ég skil þig ekki alveg. En svo heldur hann líka áfram. Og hann leggur sjálfan sig hérna fram líka og segir, ef ég vildi telja þær, væri það fleiri sandkorn. Ég myndi vakna og vera enn við huga hjá þér. Amen. Við teljum það vera ein mestu gæði mannsins að geta haft hugan hjá Guði, jafnvel þó við sofum. Ó að þú, Guð, vildi fella níðingana, morðingjar, vikið frá mér. Þeir þrjóskast gegn þér með svikum og leggja nafn þitt við hégóma. Ætti ég eigi drottin að hata, þá hata þig og hafa viðbjóð á þeim rísa gegn þér. Og við sjáum þetta mannlega rísa hér upp að maðurinn allt komin í það að vera á móti þeim sem eru veikleika háðir. Hann á móti þeim sem að standa frammi fyrir því að við jafnvel veljum frekar að eyða fóstrunum okkar heldur en að leyfa fóstrunum að halda lífi. Og við stöndum í okkar samfélagi og okkar samtíð í mjög mörgum af þessum sporum sem eru bara býsna erfið. Og við stöndum líka frammi fyrir því að einhver nákominn okkur hefur látið jafnvel eyða. Og hvað segir við hann? Og við förum þá ýmist að þegja bara yfir þessu eða afsaka.
En það alveg jafn mikill glæpur að eyða fóstri, hvort sem að ég geri það eða einhver annar. Fóstrið á að fá að halda lífi. Við sjáum það hér í sálminu. Og við erum líka frammi fyrir þessu að við spyrjum, það alltaf verið að heyja stríð ykkur staðar. Ekki hægt að stilla til friðar? Og ég var að horfa á mynd fyrir nokkrum mánuðum, að vera að tala endalok síðustu daga seinni heimsstyrjaldarinnar, að vera að tala flugmenn sem höfðu verið að skjóta niður flugvélar og voru orðnir færir og flinkir í því. Þeim bar saman eitt. Það þótt mér merkilegt. Þeir sáu aldrei mann deyja, en þeir vissu leið og tóku gikkinn, þá voru þeir eyða mannslífi. Ekki flugvél. Hvað sagði þeim? Hver talaði við þá? Hvað gerist í manninum þegar hann eyðir öðrum manni? Og við séum, já, þetta verður stríði. Þetta verður stríði. Og við afsökum þetta þannig. En í okkur lagt þetta lögmál, þú skalt ekki mann deyða. Sama hvort það í stríði eða ekki. Guð leggur þetta til okkar til þess að við varðveitum lífið. Og við sjáum alveg að maðurinn þessi sem að semur hennar sálm og hann segir, þér morðingjar víki frá mér. Þeir þrjóskast gegn þér með svikum og leggja nafn þitt í hégóma. Við mennirnir erum svona. Og sálmaskáldið, hann allt í einu snýr núna orðunum til sín og fer að hugleiða. Guð, ég sé hvað að gerast í kringum mig, ég veit hvað þarna að vera, ég sé hvernig þú ert og svo heldur hann áfram. Ætti ég eigi drottin að hata, þá hatað þig og hafa viðbjóð þeim rísa gegn þér. Ég hata á fullu hatri, þeir eru orðnir óvinir mínir. Svo segir hann, prófa mig, Guð. Þekktu hjarta mitt. Prófa mig, Guð. Þekktu hjarta mitt. Rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig þinn eilífa veg. Og mér finnst sálmurinn enda á svo dásamlegri bæn sem að mér finnst eitthvað erindi allavega til mín. Ég horfi á dásemdir Guðs og ég horfi á hversu stórkostlegur hann En ég segi líka við hann í lok sálmsins, prófaðu mig, Guð. Ég legg mig í hans hendur. Prófaðu mig, þekktu hjarta mitt, þekktu hugsanir mínar, athugaðu hvort ég stenst líka. Ég eitthvað betur en morðingjarnir? Hef ég eitthvað efni á að hata þá sem syndin að fara illa með? Hef ég eitthvað efni á að vera að setja ofan yfir þá sem eru syndum spilltir menn? Nei, ég hef það ekki neitt. En ég má segja við þá, eins og við ykkur, eins og við mig, Guð prófað okkur. Og ég hvet alla til þess að þið taki Guðs orðið þannig sér í munn, að við getum sagt við drottin okkar og frelsara, prófaðu mig. Ég afskaplega undrandi á, og þó ekki, að 77% manna á Íslandi skuli vilja líknarmorð. Ég afskaplega undrandi á því. Ég hélt að við værum að efla vísindin og fá íslenska erfðagreiningu inn og rannsaka mannin svo mikið að við getum lengt lífið. Við getum haft á heilbrigðari. En svo bara allt í einu sjá menn að þetta bara orðið á dýrt. Bara við erum með allt og stóran hóp af gamalmennum sem við höfum bara gefna á að halda uppi. Við höfum ómikið af lambakjöti og það vantar munna til þess að eta það, en við viljum samt eyða mönnunum sem borðar lambakjöt. Það ekki alveg heilbrigð hugsun hjá Íslendingum. Og hvers vegna þetta? Þetta fólk sem verið að gera kannanir á, þetta fólki sem búið að ræna kristinfræðikennslunni. Að búið að taka í burtu úr skólunum þessum kristnu grunngildum. Og hvað kemur þá upp? Þér morðingjar. Þá lífið ekkert endilega Guðs gjöf. Þá lífið einhver þróun sem hefur átt sér stað. Og það svo merkilegt með þess að þróunarkenningu varðandi lífið, þeir hafa aldrei geta fundið út hvernig í ósköpunum var lífið til. Hvað í ósköpunum gerðist? Fyrir nokkrum árum
þá sendu þeir geimfar hérna út í geiminn, einhverjar 3.000 miljón kílómetri í burtu, þetta er alveg ótrúlega vegalengd, og þeir hittu smá stein sem var svona álíka þetta hús, og þeir sendu geimfarið þar niður, munið eftir þessu. Þeir voru bara að leita að upphafi lífsins. Þeir héldu einhvern lofstið þegar þeir komið hérna og byrjað allt saman. Og þannig hafa menn reynt að hugsa út frá án þess að hafa Guð neinstaðar. En frá Guði almáttugum er lífið komið. Og Jesús Kristur er þessi sem að er lífið og ljós mannana. Og nú skulum við fara úr Davíðssálmi 139 og inn í Jóhannesar Guðspjall, 1. kapítulan, og lesa okkur til þann sem við köllum höfðingjan, konung lífsins, frelsaran okkar, ljósberan okkar og þann sem hefur vit á öllu því sem að best er fyrir okkur. Hann kom með náðina og sannleikann og það er hann sem við erum að boða. Og sjáum við hvað 1. kapítulinn í Jóhannesar Guðspjalli segir. Ég tek bara síðustu versin þarna, vegna þess að þetta er svo frábær boðskapur til okkar einmitt Jesú. Það er í 9. versinu er sagt: Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Og þetta ljós, það kveikir á skynjuninni að við förum að skilja hugsanir Guðs. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann. Og þetta er svolítið athyglisverður þáttur að jörðin og allt sem skapað er gert í þeim tilgangi að Jesús Kristur sé eigandi og hann á þetta allt. Og Páll postuli, hann nefniði okkur í Þessalóníkubréfinu að allt á tilveru sína í honum og að án hans var ekkert til sem til er orðið og hann er upphaf sköpunarinnar, segir Páll. Og þetta er alveg stórkostlegt þegar við lesum þetta hérna í Jóhannesar Guðspjallinu. Hann var í heiminum, heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. Og svo höldum við aðeins áfram og förum í 16. versið, það sem sagt er: Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkurn tímann séð Guð, en sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Hann hefur sýnt okkur hvernig hann lítur út. Eins og Jesús er, þannig er Guð. Og Jesús hafði þessa sömu hugsun gagnvart þér og mér, og við sjáum í Davíðssálmi 139. Þegar Jesús leit á mannlífið og þegar Jesús vissi manninn, þegar Jesús talaði við samvisku konuna við Jakobsbrunn, þegar hann stóð frammi fyrir hverjum sem var, hvort sem var skriftlærður eða farisi, maður fullur sýndarmennsku, þegar hann kom inn í musterið og sá prestana hvernig þeir voru búin að umbreyta öllu trúarhaldinu í business og það snerist allt peninga hjá þeim, þá vissi Guð, þá vissi Jesús hvernig hjarta þeirra var til, hvernig nýru voru ofin í móðurlífi. Hann var búinn að telja daga þeirra, hann vissi hver lítið var eftir og hann gréti við borginni, þá var hann komið þangað, því að hann vissi hvað framundan var. Hvað haldið að Guð gerir núna í okkar samtíma? Þegar hann lítur yfir og hann er að koma til Íslands og hann sér þig og mig og hann sér svona samkomu eins og hjá okkur í Keflavík, það eru bara fáir. Og vitið hvað Biblían segir Jesú? Hann spyr, mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur? Og við erum svona upp á öxlum og segjum, erum við hissa á því að þetta er að rætast fyrir fram að nefið á okkur að það vera að fjarlægja kristnu gildin í burtu. Og ef menn fjarlægja kristnu gildin, hvað kemur þá í staðinn? Þá ýtum við lífinu í burtu og dauðinn fær að ríkja. Spurningin hjá okkur er að við þurfum að taka ákvörðun hvort að við ætlum að vera lífsins megin eða dauðans megin. Því að spurningin að vera frelsaður fyrir blóð Jesú Krist er spurning upp á líf og dauða. Það er ekkert framhald hjá þeim sem að sniðgengur fagnarendi Jesú Krist. Við getum verið með veikleika,
Við getum verið veik og sjúk, það er alveg hárrétt. Og við getum ekki haft neitt stærilæti fram fyrir Guði og sagt, ég er nú betur en þetta, sko. Ég er nú sterkari en það sem þú segir. Nei, við erum það ekki. Við munum öll lenda í því að taka afstöðu til þess hvort við ætlum að halda eilíft líf eða við munum deyja frá Guði almáttugum. Þess vegna er Davíðssálmur 139 svo mikilvægur. Við sjáum að sjá hvaða álit Guð hefur á þér og mér. Og ef Guð hefur þetta álit á þér, þá hefur þú ekki efni á að segja nei við Guð þegar hann býður sinn son Jesú, sem byrt okkur sannleikann, opna okkur dyrnar, hann er vegurinn, hann er dyrnar, hann er lífið, hann hjálpa okkur til þess að fá að vera með honum alla tíma. Og fyrir hans benjar erum við heilbrigðir og fyrir hans blóð fáum við fyrirgefningu syndana. Ég lofa Drottni minn og frelsara fyrir það að við mögum taka þessi orð og hafa svona eins og smá lögfræði í gangi og sjá að þetta eru orðin sem að trufluðu gömlu konuna sem sagði mér sögurnar að Betel þegar hún var á læknastofunni heim í Eyjum. Hún tók ekki við því sem þá var boðið, nú er hún farin, nú stendur hún frammi fyrir valinu sem að hún tók, en við stöndum líka frammi fyrir þessu vali, ætlaði að gera Jesú Krist að mínum Drottni og mínum frelsara. Og þannig segi ég já. Vertu velkomin Drottinn, ég vil eiga lífið í þér, ég vil eiga samfélag við þig og ég vil vera þinn sonur. Amen.